Viska til frelsis, 33. kafli. Sálin er hluti af öllu sem er. Sá sem er vondur við náungan, stelur, drepur og eyðileggur fyrir öðrum, hefur ekki þann andlega þroska að hann geti skilið og meðtekið einingu alls sem er. Hann hefur hvorki skilið né meðtekið að hann er eilíf sál í dauðlegum líkama og sálin er hluti af öllu sem er. Hann er hluti af öllum sálum hér á jörðinni sem á jörðinni sjálfri og öllu sem á henni er. Sá sem er vondur og illur við náungan er í raun vondur og illur við sjálfan sig. Illska og vonska í garð annara er algengari hjá ungum sálum sem að læra að fóta sig í hinu jarðneska lífi en smá saman verður kærleikurinn öllu yfirsterkari eftir því sem sálin eldist. Sá sem er vondur og illur við náungan er að skapa sjálfum sér mikla vanlíðan. Hann fyllist neikvæðri orku sem liggur í líkamanum og hindrar að hann geti tengst kærleikanum í hjarta sínu. Einnig stofnar hann til skuldbindinga því allt sem hann gerir öðrum mun hann upplifa sjálfur síðar. Enginn sleppur frá sínum skuldbindingum því þetta er eitt af alheims lögmálunum sem enginn kemst framhjá. Margir trúa því að þeir geti komist upp með illvirkið ef þeir sleppi við að vera dæmdir af jarðneskum dómara, en svo er ekki. Að lokum þarf hver og einn að horfast í augu við sínar gjörðir í garð annara og upplifa það sem hann hefur valdið öðrum. Þannig lærir sálin og verður kærleiksríkari með hverju lífinu. En öll þessi hegðun er eðlileg og er hluti af þeirri reynslu og upplifunum sem sálin velur sér að ganga í gegnum. Þetta er eitt af því sem gerir hið jarðneska líf afar krefjandi á köflum. Því flestir eru í samskiptum við aðra og líta á sig sem afmarkað einstaklinga sem hugsa sig og sína hagsmuni. En þetta er einmitt það sem sálin á að upplifa og að lokum sér hún í gegnum blekkinguna og byrjar að skynja sig sem hluta af öllu sem er og einstaklingunum fer að upplifa meiri kærleika í brjósti sínu. Þessi kærleikur smitar út frá sér og þannig lætur hann gott af sér leiða. Meðal sálnaaldurinn hér á jörð er að hækka sem þýðir hærri meðvitund, meiri kærleikur og andlegu þroski. Það besta sem þú getur gefið öðrum er kærleikur og væntumþykja. Í raun eru allar sálir að leita að kærleikanum og uppruna sínum. Þær eru í raun að leita að Guðsorkunni þaðan sem sálin kom í upphafi. Í gegnum lífin reynir sálin margar leiðir til að finna þennan kærleika en það getur reynst erfitt að finna hann og margir reyna að leita hans í sínu umhverfi. Kærleikurinn er innra með þér og hefur verið með þér frá upphafi. Það er hvers og eins að ýta óttanum til hliðar og vekja upp kærleikan hið innra. Sá sem er kærleiksríkur getur hjálpað til og ýtt undir en að lokum er það undir hverjum og einum komið að opna á kærleikan innra með sér. Sá sem er kærleiksríkur er óttalaus. För sálarinnar er margra lífa ferðalag þar sem margar ólíkar áskorunir verða á vegi hennar. Allt þarf að vera í jafnvægi, bæði hið andlega innra með þér sem og hið líkamlega. Hugsa þarf vel líkamann sem er faratæki sálarinnar og fylgir henni út lífið. Hugsa þarf því vel líkamlegt heilbrigði sem og andlegan þroska. Líkamlegt ástand fólks er afsprengi hins andlega. Sá sem er kærleiksríkur og óttalaus lifir í heilbrigðum líkama á meðan hinn óttaslegni lifir við líkamleg mein og veikindi. Það sem þú óttast muntu að lokum upplifa. Skiptu því óttan mút með kærleikanum og þú lærir að láta kærleiksorkuna lækna á heila líkama þinn. Vertu ávallt kærleiksríkur í þinn garð og í garð annara í krefjandi heimi þar sem margir eru illir og vondir í framkomu. Svaraðu ávallt illa með kærleika því þannig ferðu skuldlaus úr þessu lífi. Vertu meðvitaður að það sem þú gerir öðrum ertu að gera sjálfum þér og þú munt fá að upplifa hið sama á sjálfum þér. Sá sem er kærleiksríkur mun upplifa kærleikan. Því meiri kærleika sem þú gefur, þeim mun meiri kærleika muntu upplifa.